Góðan daginn! Ég heiti Úlfur Og ég heiti Sara. og við erum frá Skema í HR og í dag ætlum við að kenna ykkur Roblox myndbandagerð. Til þess ætlum við að nota forrit sem heitir Streamlabs og það er bæði hægt að ná í það í Windows tölvur, Mac tölvur og í síma, bæði Android og Apple. En ég ætla að sýna ykkur hvernig við tökum upp, klippum og setjum á YouTube á PC tölvu. Og ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum nákvæmlega sama nema bara í síma og iPad. Einmitt. En þá segjum við bara góða skemmtun og gangi ykkur vel. Jæja. Það næsta sem við gerum er að ná í forritið sem heitir Streamlabs OBS sem er einmitt forritið sem við ætlum að nota til að taka upp Roblox-leikinn okkar. Til þess að ná í það þurfum við að fara inn á síðu sem heitir streamlabs.com. Það er skrifað streamlabs.com. En þá förum við inn á síðuna og hérna sjáum við download-takka sem er hérna, stendur Download Streamlabs, Free Windows og hann er 240 MB. Þið getið ítt bara hér og þá náið þið í forritið og þá þurfum við að bíða þangað til að það downloadist og það tekur ykkur nokkrar sekúndur. En við sjáumst þegar þetta er tilbúið hjá mér. Nú er Streamlabs komið hjá mér og það sem ég geri, ég bara ýti á það hérna og þá opnast það. Þá fáum við upp þennan glugga og þá þarf ég að ýta hérna á Yes vegna þess að við ætlum að installa forritinu. Þá kemur upp hérna svona skilmáli og þið megið endilega að lesa þetta ef þið nennið en annars skiptir það ekkert miklu máli og við ýtum bara hérna á I agree. Svo ýtum við á install og bíðum þangað til að forritið er búið að installast. Jæja, þá er forritið komið hjá mér og það eina sem ég þarf að gera núna er að ýta hérna á finish. Ef það er hakað við hérna run Streamlabs OBS þá mun forritið opnast núna. Og það er það sem við viljum, svo þið passið að sé hakað við hér. Svo ýti ég hérna á finish. Þá er núna að opnast Streamlabs OBS forritið og þegar það er búið að hlaðast sem er að gerast núna þá ættu þið að sjá einhvern uppsetningarskjá. Hann kemur reyndar ekki hjá mér en þið getið ýtt á skip. Ég mæli með því að þið ýtið á skip en það kemur svona gluggi þar sem þið veljið tablets eða eitthvað svona sniðmót sem er sem sagt þá fyrir til dæmis hvar myndavélin ykkar er og ef þið eru að streyma þá eru með, þú veist, ef þið fáið nýjan subscriber þá birtist það og alls konar. Þannig að endilega veljið ykkur eitthvað flott template en ýtið annars á skip. Hérna inni þá ætlum við núna bara aðeins að fara yfir, ég ætla ekki að sé bara. Nú er Streamlabs OBS opið hjá mér. Og núna það sem við þurfum að gera er að tengja annarkvort Twitch aðgang, YouTube aðgang, Facebook aðgang eða eitthvað annað við Streamlabs. Við ætlum að velja YouTube í dag, eða allavega ég, þið megið samt alveg velja Twitch ef þið viljið streyma úr PC-tölvun ykkar. En markmiðið í dag er sem sagt að taka upp myndband og setja það svo á YouTube. Og þá þurfum við líka að klippa það og svona. Þannig að ég vel hérna YouTube. Og þá fer ég inn á Google skráningasíðu. Ef þið eruð ekki með Google reikning, þá getið þið ítt hérna nota annan reikning og þá getið þið búið til reikning, sem sagt Google account. En ég ætla að nota hérna minn aðgang og þá fer ég aftur inn á Streamlabs og þá er hann að tengjast við minn aðgang. Nú er það komið og þá ætla ég að velja hérna Start Fresh. Þið getið ítt hérna á Import from OBS ef þið eru með eitthvað svona sérstakann profile í OBS sem þið viljið setja inn í Streamlabs en ég ætla að velja Start Fresh. Þá
Þá biður hún okkur að velja bæði mynd og hljóð. Myndavélin integrated webcam hjá mér og hljóðið það bara vera default. Það enda kemur ekki upp mynd af mér af því að ég núna að nota myndavélina mína til að taka upp þetta myndband sem þið eru að horfa á núna. En ég ýti hérna á continue. Núna getum við bætt við þema og þemað sem sagt útlitið á myndbandin okkar. Sem sagt, það kemur ykkur svona banner efst til dæmis sem segir okkur eða kemur nýr subscriber eða eitthvað svoleiðis eða ykkur hafi gefið ykkur peninga í gegnum streymið en ég vel bara hérna eitthvað Nexus eða eitthvað ýta á install og þá býð ég í nokkra sekundur og þá komum við á þessa síðu. Hérna verið að láta ykkur vita að þið geti keypt forritið frítt og það hægt að nota það frítt en ef þið viljið fá fleiri möguleika inn í forritinu þá getið þið notað þetta. Þá getið þið sem sagt keypt ykkur Prime aðgang. En ég mæli með að prófa fyrst ókeypis útgáfuna af forritinu og svo ef ykkur líst á það að þá fara yfir í Prime. En hérna sjáum við allt sem við getum gert í Prime. Og það bara mjög flott. En við ýtum hérna á skip. Þá erum við komin inn á aðal svæðið sem við verðum að vinna með. Og ég ætla aðeins að fara yfir svæðið. Hérna, efst uppi, gluggi sem sýnir okkur það sem við erum að taka upp. Og þið getið dregið þetta til að hafa stærri. Og núna sjáum við að hérna stendur starting soon. Hérna eitthvað sem heitir minifeed og við notum það ekkert voðalega mikið þannig ég ætla að sleppa því að fara yfir það núna. Svo hérna niðri sjáum við allar senurnar okkar. Hérna ég með senu sem heitir starting soon og það þá þessi hérna mynd. Eða byrjum bráðum. Til dæmis, ef þið eru að fara að byrja streymi eða myndband eða eitthvað eftir 5 mínútur eða eitthvað, þá látið þið þetta bara rúlla í smá stund. Svo sjáum við hérna live scene. Hérna verður allt sem þið eruð að gera. En svo til dæmis á eftir að verðum að taka upp Roblox, þá verður það hérna í þessari senu. Næsta sena hérna be right back ef þið ætla að taka ykkur pásu. Svo ending soon ef þið eru að fara að slúta streyminu fljótlega. Svo hérna offline þegar streymið búið. En við verðum ekki mikið að nota þetta hérna nema bara live scene af því að ég ætla ekki að gera streymi. Ég ætla að gera myndband. En þá sjáum við, hérna erum við með glugga, hérna birtist myndin. Ef þið eru búin að velja rétt, þá ætti myndin ykkar að vera bara hérna, af myndavélin í tölvun ykkar. En við ætlum núna að bæta við hérna skjámynd, eða sem sagt upptöku af því sem að gerast á skjánum mínum. Þá þurfum við að fara hérna í Sources og velja okkur nýjan source. Þá ýtum við á plusinn hérna og þá getum við valið okkur source. Þið sjáu hérna, þið getið sett mynd, þið getið sett úr vafra, þið getið verið með myndir sem rúlla, hérna skjámynd, getið tekið beint upp úr leik og alls konar. Getið líka verið með tónlist, það media source, ef þið viljið bæta við annar myndavél, þá hérna video capture device, en við ætlum að velja display capture. Ég vel það hérna og ýti svo add source. Svo getið þið látið þetta heita eitthvað og ég ætla að láta þetta heita skjámynd. Svo ýti ég á add source. Þá biður hann ykkur að velja hvaða skjá þið viljið nota og ég ætla að velja hérna bara display 1. Ýti svo done. En eins og við sjáum hérna í glugganum þá næri þetta yfir meira en allan skjáinn segi ég. Þannig að þá þurfum við að minnka þetta. Þá nota ég kassana sem eru hérna til að minnka og dreg þetta svo þannig að þetta passi. Þannig að núna þetta komið svona frekar perfekt. En það eitt sem ég sé að við þurfum að laga. Það það að það allt hérna bakvið eins og við sjáum. Þá myndin af okkur hérna bakvið og bannerinn hérna fyrir ofan. En það viljum við ekki, við viljum að það sé fyrir framan. Þá þurfum við að færa skjámyndina í bakgrunnin. Og þá tökum við hana hérna og við drögum hana og setjum hana bara hérna neðst. Nei, má við sjá, ekki alveg. Svona. Þannig að hún sé komin hérna neðst. Og þá sjáum við að þá fáum við upp hérna
myndina á okkur og bannerinn hérna fyrir ofan. Og þið getið svo fært þetta bara eins og þið viljið. Og þið getið líka eytt ykkur eins og þið viljið eyða þessu hérna. Þá bara hægrismellið á það. Eða ítið fyrst þannig að komið kassi utanum, hægrismellið svo og veljið bara hérna remove. Og svo ítið bara OK. Þá ég bara hérna með glugga af mér. Svo getið þið stækkað og minnkað þennan glugga eins og þið viljið. Og það er kannski sniðugt fyrir mig að hafa hann svona og geyma hann einhvers staðar hérna bara. Alright. Þá svona eiginlega eitt sem ég langar að sýna ykkur í viðbót og það er þá hérna mixerinn. Hérna getið þið sem sagt stjórna hljóðstyrknum ykkar. Ef þið eruð að tala með forritið í gangi þá ættu þið að sjá hérna eitthvað sem er að gerast í mixernum. Þetta er þá sem sagt míkrafóninn í tölvunni minni. En eins og við sjáum þá er hann hérna að fara svolítið upp í gula og meira þess að í rauða. En það er ekki gott, við viljum það ekki. Við viljum frekar draga hennan sleða þannig að þetta helst bara hérna í græna og fari kannski eitthvað upp í gula en voða lítið. Þannig að eins og við sjáum nú er stillingin sem ég er með, nú er hún bara perfekt. Þannig að þið dragið þennan sleða bara eins og þið viljið. En þá er bara eitt sem ég ætla að sýna ykkur í viðbót og það er hérna neðst. Hérna stendur REC sem stendur fyrir record eða upptaka og ef við ýtum hérna þá byrja að taka upp. Þannig að við ýtum þarna þegar við ætlum að byrja að taka upp og svo fyrir við inn í Roblox. Núna ætlum við að ná í klippiforrit sem heitir OpenShot Video Editor og það er frítt forrit. En ef þið vitið eitthvað annað klippiforrit sem þið eru vön að nota eða viljið nota, þá notið þið það bara. En ég ætla að sýna ykkur hvernig maður notar OpenShot Video Editor. Þá googla ég bara OpenShot Video Editor og fer inn á síðuna sem heitir openshot.org. Þið passið ykkur að það standi bara hérna, openshot.org. Þá komum við inn á síðuna hjá þeim. Og þá þurfum við að ná í forritið. Ég ýti bara þá hér og þá getum við valið annarkvort Windows eða eitthvað annað. Hérna til dæmis Linux ef þið eru með Linux eða Mac ef þið eru með Mac. En ég er með Windows og ég ýti bara hér. Og þá býð ég bara þangað til að downloadið mitt er tilbúið. Nú er downloadið mitt komið og þá þurfum við bara að opna forritið. Eða svo veljum við bara yes. Þannig að þið getur valið ensku eða hvaða tungumál sem þið notið. Hérna er mér þess að íslenska til. Það er bara að prófa að velja íslensku þá. Svo heitir maður OK. Velja hérna ég samþykki. Þetta er sem sagt einhver samningur. En þið þurfa ekkert endilega að lesa hann nema þið viljið. Svo heiti ég bara næst. Þetta má allt vera svona. Og svo bara næst. Og svo heitum við á uppsetja. Og þá þurfum við bara að bíða aðeins. Jæja, nú er þetta búið hjá mér og þá ýtum við bara á ljúka og þá á OpenShot Video Editorinn að opnast. Við skulum prófa. Og vissulega opnast hann hjá mér og þá erum við komin inn í OpenShot. Hérna inni ýtum við á plúsin hérna uppi til að flytja inn myndböndin sem við erum búin að taka upp. Og þá fyrir við bara hérna í Videos og veljum það. Má við sjá, það er þá þetta hérna. Þá ýti ég bara á Open. Og þá er ég komið með það hér inn og þá þurfum við að setja það í spor nummer 1. Sem er það bara hérna niðri. Og þá ef við ýtum á play, þá sjáum við hvernig þetta lítur út hérna. Og það er góð regla að færa hérna stikuna þangað til að við sjáum forritið sem við byrjuðum að opna. Þegar það er opið þá klippum við í burtu þennan ónauðsynlega hluta. Þannig að hérna ætla þá að klippa þetta í burtu og til þess að klippa og velja skærin hérna og ýti þar sem ég vil klippa sem er sem sagt hérna alveg við stikuna. Ég ýti á hægrismelli og geri fjarlægja myndskeið og færi þetta alveg hingað. Þá erum við búin að klippa í burtu ónauðsynlega hluta.
og þá sjáum við hvernig þetta virkar. Þið getið svo farið í gegnum myndbandið og klippt í burtu ónauðsynlega hluta. En ég ætla ekki að klippa þetta meira, nú vitið þið hvernig á að klippa og þið gerir það þá bara og það í rauninni ekkert voðalega margar aðrar myndbrellur sem hægt að gera í þessu forriti fyrir utan bara að klippa myndböndin niður og raða þeim saman. Til þess að flytja út myndbandið þá þurfum við að fara hérna í rauða hringinn. Og þá kemur hérna flytja út myndskeið. Hérna setjið þið hvað verkefnið á að heita. Ég ætla þá bara að láta það heita Roblox myndband. Og ég íti svo hér á, þurfum að fara aðeins neðar. Hérna flytja út myndskeið. Ítum á það. Þá byrjar forritið að flytja út myndskeiðið. Þetta gæti tekið svolítið langan tíma en það fer alveg eftir í hversu langt myndbandið ykkar er. Til dæmis ef myndbandið ykkar er 20 mínútur þá gæti þetta tekið allt upp að korteri að flytja það út sem sagt. En þá bíðum við bara þangað til að þetta er komið og eftir það ætla ég að sýna ykkur hvernig við setjum myndbandið inn á YouTube. Jæja, nú er myndbandið mitt flutt út. Það er komið hérna upp í 100% og þá ítum við bara á búið. Svo mæli ég með að vista þetta hérna. Þá farið í skrá og gerið vista verkefni. En þið eru ekki að vista myndbandið, heldur OpenShot verkefnið ykkar og ég ætla þá bara að láta það heita Roblox myndband verkefni. Og þá er það komið og þá getum við bara ítt á X og lokað. Jæja. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig á að hlaða forriti eða hlaða myndbandi á YouTube. Þess að hvernig við setjum það á YouTube. Þá þurfum þið að fara inn á youtube.com sem þið kannist örugglega flest við. Svo þurfum við að íta hérna uppi í hægra horninu. Já, þið sjáu það mögulega ekki. Við skulum skoða. Hérna, það sem stendur S. Hérna þurfum þið mögulega að skrá ykkur inn og þið gerir það með því að íta hérna Manage og Google account til dæmis eða það kemur upp einhver login möguleiki hérna. En ég ætla að íta hérna á Your Channel. Þá förum við hérna inn á þetta hérna svæði og hérna ætlum við að íta á Upload Video. Þá getum við hérna ítt á Select Files og þá opnast File Manager í Windows. Þá þurfum við að finna forritið sem þið, eða myndbandið sem þið voruð að hlaða eða hérna að gera, búin að klippa á svona. Og þá finnum við það bara. Já, mitt myndband er hérna, Roblox myndband. Þá íti ég bara hérna á Open og þá fer hérna myndbandið mitt á YouTube og hérna stendur Uploading Video, núna Processing Video. Hérna setjum við inn titilinn á myndbandinu og ég ætla að segja Roblox pröfu myndband bara. Svo hérna segið þið í description, segið þið hérna hvað myndband er. Ég ætla að segja bara pröfu myndband í Roblox, bætum við hlut í tilbúið hobby. Eitthvað svona, þið getið sett nákvæmlega það sem þið viljið. Hérna getið þið svo sett inn thumbnail. Thumbnail er myndin sem birtist áður en þið ítið á myndbandið. Þannig til dæmis þarna getið þið haft mynd af ykkur að veifa, þið getið haft mynd af Roblox eða eitthvað. En hérna koma thumbnail sem eru nú þegar tilbúnar. Og ég ætla bara að velja þetta hérna. Svo getið þið, ef þið eru með myndbönd, þá getið þið valið eitthvað playlista, en við erum ekki með playlista. Svo velja ég hérna hvort þetta sé búið til fyrir börn eða ekki. Ég ætla bara að sleppa því að velja þetta. Svo íti ég bara hérna á Next. Nei, ups. Vel bara Yes, Made for Kids, segjum það bara. Hérna getið þið sett eitthvað end screen, en við ætlum ekki að gera það. Við ætlum heldur ekki að velja Add Cards. Ítum það bara Next. Og hérna getið þið valið hver fara að sjá myndbandið. Ef við höfum hérna
private, þá sér engin myndbandið nema þú og þeir sem þú vilt að sjá myndbandið. Unlisted, þá sér engin myndbandið nema þeir sem eru með link eða hlekk að myndbandinu. Svo getið þið líka valið public, þannig að allir getur séð myndbandið. Og núna ætla ég bara að velja public og hérna getið þið valið hvenær myndbandið fer í loftið. Og þá get ég til dæmis valið hérna, í dag á morgun 11. júlí og ég ætla þá bara að segja þetta fari í loftið á morgun 9:00, eitthvað svoleiðis hérna. Ok, svo hittum við bara á schedule, þannig að þá fer myndbandið mitt í loftið klukkan 9 á morgun. En ef þið sleppið því að velja einhverja dagsýningu sem myndbandið birtist, þá birtist það bara strax. Þannig að núna er ég búinn að sýna ykkur hvernig maður nær í Streamlabs, tekur upp í Streamlabs, flytur myndband út úr Streamlabs, hvernig maður klippir myndbandið og flytur út og hvernig maður setur það á YouTube. Ef þið hafið einhverjar spurningar þá bara ekki hika við að spyrja. Þannig ég segi bara takk fyrir mig og góða skemmtun.